Fyrir 40 árum síðan var blóðskilunardeild Landspítalans sett á laggirnar. Það var haft þannig að það voru sérstakir konu- og karladagar. Það má segja að þeir dagar hafi verið ólíkir að mörgu leyti. Við förum á örlítið flakk aftur í tíman og hugsum okkur að þetta gæti hafa verið fyrir 40 árum. Góðan daginn, herra læknir. Góðan daginn, hvað hjúkrunarkona? Hér sloppurinn í þess. Hvað með góður Guðmundur? Ert þú komin? Það er ekki 5 dagur í dag, Guðmundur minn. Það er konudagur í dag. Á morgun kalladagur. En af hverju fáum við ekkert svona? Þið fáið blöðin ykkar. Komdu nú. Þú kemur þá á morgun. Og nú skulum við líta inn hvernig þetta er daginn eftir. Góðan daginn, Guðmundur. Hér er blaðið þitt. Þetta var fyrir 40 árum, en nú skulum við líta inn og sjá hvernig þetta var fyrir 30 árum. Þá voru konu- og karladagar ekki lengur við lýði. Gjöru þið svo vel. Ég er bara alltaf alverkja, getur ekki tala við læknana fyrir mig. Þetta er bara ekki nóg sem ég er að fá, sko. Já, við erum eitthvað að skoða það. Já, elsku talaði við þá. Þeir hljóta geta gefið mér eitthvað betra en ég er búin að vera á. Góðan daginn, gott fólk. Góðan daginn. Herru, við ætlum að taka eina skák, eða ekki? Jú, endilega. Það er miklu skemmtilega að tefla við einhvern veginn ekki neitt. Við byrjum aftur. Já. Búin að æfa eitthvað síðan síðast? Nei. Svona. Það er alltaf sama gullin maturinn hérna. Já. Þetta situr í manni, sko. Ég var mjög góður. Já. Ég vann nokkur mót, sko. Vannstu mót? Já. Þegar þú varst yngri, þá eða? Ég er ungur. Það má deila það. Látt ekki svona. Jæja, hvernig gengur skákinn? Bara prýðilega. Fríðilega, já, ég held að. Ég sé að þú ert að vinna. Já. Já. Ég held ég fari bara baki í vöflur. Líkstu ykkur ekki vel á það? Fæ ég líka vöflur? Það er bara ágætlega. Heyrðu, ég var hérna með vísur. Sko. Þröngt er nú þjó og önd, þraut golf að stýra. Allir liggja upp á rönd inn í gerfinýra. Þau sem hérna þræla sveitt þurfa að fara í svelti. Það lengur þykir fínt að þykna undir belti. Öll við draugum andan grund, ekki pláss til meira. Jafnvel kaffið þömbum þund, það ljótt að heyra. Við hreyfum okkur út á hlið, erum hvergi bangin. Til að skipta skoðun við skjótumst fram á ganginn. Það var ágætis kveðskapur hjá þig. Já, finnst þér ekki? Já, þetta er alltaf betra enn skákhæfileikarnir. Ég veit að Látt því. ekki svona. Ok, ég vil halda áfram. Sýndu hvað þú getur. Þú átt leik. Ég á leik. Nú þau búin að sjá hvernig þetta var fyrir 30 árum, en enn aftur í tíman. Hvernig ætli þetta hafi verið þegar reykja mátti út allt og allir reyktu? Kíkjum aðeins á það. Það ekki nema svona rúmlega 20 ár síðan að það var. Hvað er þetta loftgjarna inni, stelpur? Guðs bænum opnið gluggann. Æ, góða, verðstu ekki að skipta þér að þessu konto og sestu hjá okkur. Ok, gefið mér einu. Jæja, ég ætla að fara að vinna. Ertu þess nokkuð? Æ, blessaði fáum okkur eina árum við byrjum. Já, gerum það. Sæl. Sæl. Blessu. Ég heiti María og aðstoðarlæknir. Mætti ég spyrja þig nokkra spurninga? Já, Reykirðu? já. Þú mátt ekki gera það. Það er svo óhollt fyrir nýrnasjúklinga.
Svona var þetta á þessum tíma. Allir reyktu hvar sem er og hvenær sem er. En áfram að flakk aftur í tíman. Nú er tími að kíkja hvernig þetta var allt saman utan veggja spítalans. Haldnar voru árshátíðir og afmælisveislur. Hvernig væri að rifja það aðeins upp. Dans Magnúsar Böðvarssonar og Páls Ásmundssonar sló svo eftirminnilega í gegn að sjaldan hefur annarins dans verið dansaður hér á landi. Hann gleymist seint. Helgi Tómasson, stjórnandi San Francisco Ballettsins, hreifst svo að dansi þeirra að hann bauð þeim að ganga til liðs við þennan fræga ballettflokk, en því tækifæri urðu þeirra hafna sögum anna. Hvernig er þetta í dag? Blóðskilnadeildin fluttist úr húsnæði gamla Landspítalans í húsnæði sem staðsett er í eldhúsbyggingu Landspítalans fyrir 2 árum. Þetta er stórt og gott húsnæði, en þó má segja eitt að löng leið er frá legudeild nýrnarsjúklinga á blóðskilnadeildinni. Stundum getur ýmislegt gerst á þeirri löngu leið. Kíkjum aðeins á það. Stelpur, má ég biðja ykkur með að fara með hana Rúnu upp á skilun því að flutningurinn kemst ekki. Er Elías í kaffi? Komst ekki hér, er það? Nei, farið ekki hérna inn. Nei, hvert eru þið að fara? Þið farið ekki hérna inn. Styrt ykkur leið, ekki gegnum hérna. Farið lyftunni þarna, stelpur mínar. Bara út hérna. Eru þið vissum að við séum á réttri leið? Já, ég held það. Held að sé þarna, já. Eiga matavagnarnir að vera hér? Við verðum að hringja í Elías. Hann er svo eini sem getur bjargað okkur. Já, neyðarnúmer Elías Sæll. Herðu, við erum týndar hérna, við vitum ekkert hvar við erum. Já, það er fullt af matavagnum. Við erum orðnar svolítið óttaslegnar. Geturðu komið og hjálpað okkur? Já, við erum á réttri leið. Og hérna byrjum bara að taka vagnarna hérna frá. Þá er þetta alveg að koma sér. Svo. Loksins, Rúna mín, ég hélt að þið verður nú bara orðnar. Við erum Tungsveitt eftir þessa svaðilför. Mikið eigum nú Elías í margt að það. Er það? Þetta er þessi fyrir ykkur. Jæja, þá förum við. Leiðin getur verið ansi löng, ekki satt. En hvernig er svo framtíðin? Er það kannski í formi tölvu eða gemsa? Já, það er spurning sem við sjáum eftir 10 ár. Bíðum spennt eftir því. Sjáumst þá. Eiga matavagnarnir að vera?